Já, við ætlum við höfum rætt hérna mikið við rauðaborðið breytta heimsmynd. Við erum að fara úr tímabili svona einpóla heims þar sem að Bandaríkin voru eina heimsveldið og héldu og fengu marga til þess að halda að við verum öll á leiðinni að verða einhver svona Bandaríki, en núna erum við komin inn í fjölpóla heim og við höfum verið að ræða það við ýmislegt fólk árið þess á Bandaríkin og Evrópu og okkur. Og svona stundum reynt að skilja þessar breytingar frá öðru sjónarhorni og við ætlum að reyna að gera það svolítið núna. Hann hingað kominn Ragnar Baldursson, samanburðar stjórnmálafræðingur sem múin að vera í Kína oft og lengi og var nú að klára doktorsritgerð þar sem reyndar bandaríska eða enska heimsvaldastefnu, engilsaxneska. Já. Herðu, en þú er búin að vera lengi. Hvenær komstu fyrst til Kína? Ég kom fyrst til Kína 1975 og það er í lok menningabyltingarinnar. Þannig að ég var í Kína þegar að Mao lést, 1976. Og hefur síðan komið reglulega til Kína? Já, ég var í 4 ári námi þá og lærði þar sem sagt í lok menningabyltingarinnar sá áður en breytingarnar og opnaði Kína hófst, hvernig þetta var og síðan hef ég fylgst með því og kom náttúrulega þetta eitthvað í millitíðinu, ég hef með kennsluréttið á Íslandi og fór til Japans, lærið japansku og svona. Og síðan var ég, þegar Ísland ákvað að opna sendiráði í Asíu, þá hafði utanríkisráðuneyti samband við mig og mér var boðin vinna í utanríkisráðuneytinu. Eitt fárra Íslendingar sem kunnu kínversku? Já, kínversku og japansku. Og þá var ég ráðin til að fara til í utanríkisráðuneyti sem bara diplomat og fór fyrst til aðstoða við opnum sendiráðsins í Peking og síðan þegar var opnað í Japan. Þannig ef ég tek allt á líklega verið 25 ár eða 26 í Kína. Á þessum tíma, semst undanfarin 50 ár, helmingina tímanum í Kína? Frá því ég var 20 og svo var ég... Það eru 50 ár síðan 75 var. Tími líður svona hratt, Ragnarminn. Já, og svo var ég 6 ári í Japan líka, sko. Það fór lengi í Asíu. Nú hvað ég að segja, Rís Kína, eins og það stundu kalla, eitt af undrum sögunar. Og þú hefur einhver leyti verið vitni að því. Myndirðu segja sem svo að þetta væri, bæði í stjórnmálum og efnahagsmálum og öðru, þetta væri eitt af undrum sögunar? Já, raunin ekki, sko, en ég upplýði það sem slíkt og það hvarflaði ekki að mér að Kína yrði öflugt innríki þegar ég kom þannig í nám 1975 því að þetta var landbúnaðarsamfélag og innað var bara brot og mjög stutt á veg komin. En til lengri tíma litið að þá þetta ekki furðulegt þegar Vesturlandabúar komast fyrst í kynni við Kínverja fyrir, svona 1700, svona allavega þannig að það var hluti af vitneskjunum heiminn. Þá var haft eftir Napóleon að menn skyldi stíga varlega til jarða til að vekja ekki risann. Og því að hann taldi það að Kínverjarnir væri gæti orðið svo öflugir að þeir myndu þramma yfir allan heiminn. Og jesúítarnir sem komu þarna til að kristna eða síða Kínverja, að þeir alltaf hrukku í skút. Þetta var svona 1700 sem þeir komu og þeir urðu fyrir miklum áhrifum af kínverskri siðmenningu og kínverskum dygðum og slíkt. Og ég var reynda nýlega að frétta það að þeir hefðu voru að velta fyrir sig hvernig þeir ætti að koma fram og fá Kínverja til þess að trúa á einhvern guð og þennan eina og sanna guð sem hefði skapað heiminn sem gekk illa því að Kínverjar höfðu þetta hugtak ekki í sinni orðaforðanum og þá voru að velta fyrir sig hvort þeir að klæða sig til ná betur til almennings, hvort þeir klæða sig sem búddamunkar eða hvernig og þeir ákváðu að klæða sig sem taoistamunkar sem taoistar, ekki sem búddamunkar vegna þess að búddamunkar þeir voru á þessu tíma akkurat á þetta leiti, þá voru illa liðnir, kvensamir og ruddafinnir. Þannig að... Heldur þræla var ég nú að heyra? Já, eitthvað sko búddamunkarnir, en taoistarnir þeir virkuðu og síðan fóru jesúítarnir og það eru fyrstu áhrifin sko sem koma til sko veruleg áhrif á Kína, það kemur með þeim
og kínverskum áhrif þau höfðu hafist áður út af silkileiðinni en það var þá með silki og te og einhverju viðskiptum en það hefði en svona jesúitarnir brugðu báru með sér upplýsingar um taoismann og kínverskan impressionisma og Rousseau var undir sterkum áhrifum. Dialektin hjá Hegel er nánast klárlega með þennan uppruna og þar að leiðandi marxisman einhverju leiti þar þessi dialektík að yin og yang notu ekki þessi hugtök og svo hinvegin að þá tókst jesúitunum að breyta ákveðnum kínverskum hugtökum eins og það var ekki til hugtak yfir trúabrögð, það var ekki til hugtak yfir að trúa og þá tökuður orðið yfir traust, sinn og bættu þá traust á Guði inn í það sem ekki að sama trú á Guð. Þá eru þeir að flytja vestrænu hugsun til Kína. Já, þeir eru og það var upphaflega kínversk fræði að sinólógi og hún hefst með þessu, það er að segja að jesúitarnir voru að læra hvernig þið gætu eiginlega komið þessum hugtökum og framfæri við kínveri. En er þetta svo ólíkur menningaheimur að það þarf mikla túlkun hann á milli? Það er þannig að Kína er eina gamla heimsveldi fornaldar frá upphafi sögu, mannkynssögunar þegar menn byrjuðu að skrifa, sem er ennþá til, sem er lifandi ennþá dag í dag. Hinn hafa öll liðið undir lok og blandast og runnið saman og ekki bara á tíma heimsvaldastefnunar heldur fyrr Egyptar voru gjörsamlega þurrkaðir út. Þannig ef maður vil skilja Kína þá maður að velta fyrir sér Rómaveldi Egyptalandi hinnu forna Já, Egyptar, en til þess að reyna að skilja einhverja svona langvarandi menningu og það skiptir máli að hún sé svona langvarandi. Já, það skiptir máli. Þeir eru eldri en Rómverjarnir, hófust fyrr, þeir voru orðnir öflugt menningaveld á tími Grikkjana og menningin er allavega jafngömmul og egypska menningin og Babylon og í rauninni þá segir það okkur nokkra sögu að þeir skuli þetta er eina raunverulega landbúnaðaríkið sem breytist breynt úr landbúnaðaríki og landbúnaðarframleiðslu yfir í iðnvæðingu og beint úr fortíðinni úr þessari hefðbundu kínversku menningu yfir í nútíman. Það hefur við bara séð þessa gríðalegu fólksflutninga úr sveitunum í borgirnar, þar sem að borgirnar rísa bara ein New York á hverju misseri. Þú veist, við hefum lesið undur þegar fólk horfði á borgir Bandaríkjanna komu til þeirra og sáu nútíman. Þetta er eiginlega hversdagsleikin í Kína. Jú, ég man eftir því, ég hef verið svo lengi í Asíu að ég var nú ekki mikið að ferðast Vesturlönd en náttúrulega eitthvað Evrópu og ég kom til Bandaríkjanna fyrsta skipti rétt 2000 og ég rökk nú svolítið við vegna þess að mér fannst að vera svo gamlar og hrörlegar þessar borgir. Já, það eru svo gamlar vélar, sko. Og sérstaklega eins og þessi New York. Þetta er alveg svaka, New York. Fyrir að ríkur upp úr, götusteinunum, að þá er þetta svolítið eins og gömul ryðguð vél. Já, það er Chicago ég kom til Chicago fyrst og þetta var árið 2000 og það kom mér óvart hvað það var til San Francisco og síðan til Chicago og það var í leikar miðborgir þarna, það voru bara úthverfi og mjög dreift og þetta voru einhver stóra borgir, þetta voru svona meðalstóra borgir, ég hafði verið alltaf í Asíu, Tókjó, Peking, Shanghai og svo framvegis og svo þegar ég kom síðan til New York að þá náttúrulega fannst mér alveg svakalega, vá hvað þetta verið flott borg fyrir 100 ára. Þannig er Kína í dag? Já, Kína náttúrulega sleppti þessari þróun þegar að menn voru að grafa með handafli neðaralestir í London og iðnvæðingu þegar það var gert með að grafa kólin með handafli úr jörðin, þeir voru eiginlega beint í nútíma iðnvæðingu og komist þá hjá ansi mörgum fylgikvillum iðnvæðingarna sem Vesturlönd höfðu gengið í gegnum og það er allt núna í dag þá er þetta allt nýtísku og nútíma tækni. Já, svipað og ég var að lýsa á þann hefur líklega verið ári fólks þegar kom 1905 til New York eða eitthvað.
Já, það eitthvað þá hefur það bara verið flungu nýtt. Já, en núna eru neðara lestveitur hreinni í sundur og símakerfi virkar ekki almennilega, allir innviðinni bara virka ekki. En það þannig að í Kína innviðinir og grunnkerfin virka? Já, og meira en það þegar þau voru búin að vera á flegiferð í yðurvæðingu, opna Kína og og bara svo fremur sem það geti verið eftir að græða því og var eftir að virka því að þá var það allt í lagi og þeir menguðu heilmikið árnar og loftið og í þessu fyrstu 2 áratugum að þá allt í hennu þegar með núverandi stjórnvöldum með Xi Jinping og raunverulega að byrja rétt aðeins undir forvera hans Hu Jintao fyrir 2007-2008 og svo raunverulega eftir 2010 þegar Xi Jinping verið varaformaður og 2012 þegar verið formaður og þá taka þær ákvörðun að hreinsa til og hætta að menga og þróun hefur að sjálfbær, hún hefur að græn og þetta gerist mjög skyndilega þannig að það var enginn sem átti von á þessu, ég veit ekki, þú manst kannski hvenær fyrst var byrjað að tala sjálfbæra þróun, manstu það? Nei, ekki, þannig ég geti bent á daginn, ekki eins og Lennavonskotin. Nei, hér byrjað Gro Harlem sem byrjað að tala þetta frá Nóri og það svona lok síðasta áratugar, síðasta aldar og þá var byrjað að tala það að það er að hefja græna þróun og að vera með draga úr bensín þá setja úr raunni bensínnotkun og það var rauninni þá voru menn ekki orðin sammála það eða sett heimurinn verði ekki átt að segja á því fyrir hvað fyrsta áratug þessar aldar hvað hver áhrif tvíósíð eða kolefnis hvað það er mikil áhrif á andrúmsloftið og áhrifin á umhverfið hvað er það mikil af menguninni það er ekki fyrir en fyrir 20 árum sem heimurinn var sáttu við það svo væri og núna erum við 3 áratugum síðar að þá erum við Evrópumenn þá að tala mikilvægi þess að sér yfir í rafmagnsbíla og hefur græna þróun. Kínverjar þeir mölduðu móin, þeir vildi ekki vera með þessu vegna þess að sögðu þess að við vorum ekki að drulla þennan heim út, það voru gömlu innríkin. Það sem á Suðri sagði að þið geti ekki tekið af okkur ávinningin sem að þið fenguð af nýtingu jarðefnaeldsneytis. Kínverjar þeir fóru í farabrót þeirrar fylkingar, það var fyrst þegar þau komið þarna lok senst aldar, þá voru að tala á Vesturlöndum og þá töluður fyrir þessu sjónarhorni. Og svo allt í einu 2012 til 15, allt í einu svissaðir og við erum enn að rífast þetta og ennþá að tala þetta og leiðandi ríki, Bandaríkin í þessari þróun að það er búið að skipta tvisvarsinnum skoðun á það hvort að þetta sé hættulegt og hvort að það sé hlýnun og heimsmælikvarða og svo framvegis og Kínverjar eru konur í forustu og þetta gerðist á 10 árum og það er alveg ótrúlegt. Og það eru lestakerfið, kínverskir bílar, rafbílar þykja bestir í dag? Já, þeir eru bara, þeir framleiða helmingin af þeim í heiminum, meir en helming held ég núna. Og það er ekki bara vegna þess að þeir eru ródýrari, það er bara þykja að vera betri og batteríin duga lengur og það er dugutunum. En hins vegar er til dæmis sagt oft hér á Íslandi að þeir vera að tala hvort að álverin loki eða hvort að við að virkja meira. Að þá er sagt að það sé, við erum að gera heiminum greiða með því að hafa álver hér með hreinni orku, því annars er þetta reist sem kóladrifin málmbræðsla í Kína. Sko, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu þá var ég kallaður heim frá Japan 2003 eftir að hafa verið í Kína og Japan og þá vann ég í auðlinda umhverfisskrifstofu utanríkisráðuneytisins og var einmitt að fjalla loftslagsmálin og þá var eitt af þessi að var aðtuga var þetta með álverin hvort að hvað við hefðum langan tíma til þess að virkja og
og njóta þess að vera með reyna endurnýjanlega orku og hvernig kjarnorka myndi taka við og svo framvegis. Komst nú að því að við höfum dálítið samjánlegt rými til þess og jarðhita, raforku og svo framvegis. Þannig að ég stúdar þetta tölvöld mikið og svo þegar ég kemdi í Kína aftur raunverulega þegar ég kem í fyrsta skiptið ángað sem diplomat, að þá hrökk ég við hvaða mikil mengur sem var kjölfar sem fylgdi þeirra iðnvæðingu vegna þess að það passaði ekki við þá mynd sko, ég var farin að átta mig á meira og meira að ýmislegt sem kemur að gera að það er menningarlegar forsendur eða menningarlegar rætu fyrir því og það er ég þýddi speki Konfúsíusar sko yfir á íslensku fyrir þegar ég var þá fyrir 30 árum eða eitthvað og svo síðan þá þýddi ég Lao Tse bókinu veginn og þar er verið og þar er umverulega sko heimspeki sjálfbæra þróunar er græntráður sérstaklega hjá Lao Tse og í gömlum kínversku ritum því að þeir þurft að lifa með þessum fljótum, gulafljótinu og jándufljótinu og þeir þurft að aðlaga sig að því, ég gott ekki aðlaga fljótið að sér sko, þannig að þessi hugsun græna þróun, hún er hefðbundin, en þeir voru algjörlega að brjóta gegn því sko, þannig að ég skildi ekki alveg hver kynverið var að fara sko og hvað myndi gerast næst. Við lifum í einum kristna heimi þar sem er við eigum að sína bróður kærleika, en við gerum það ekki alltaf. Nei, það getur verið langt á milli svona andlegrar grunnar menningarinnar og þess sem að þess sem að eiga og meiga hvað þeir gera. Jú, ég er komin af 4 kynslóðum af prestum við móðulegg sko, þannig að það er ekki það til 1700 eða eitthvað og ég var svona það er svolítið sko og í Kína þá er þetta með samhygð, orðið er kærleiki eða frekar samhygð, það er eitt af grundvallar gyðjum kynverja og síðan er að vera samlyndi og vinna saman en það orð þýtt oft sem harmonius það felur í sér líka að maðurinn eigi að vera í sátt og samlyndi við náttúruna og hjá kynverjum þá orðið við náttúru hefðbund orðið er himinn og jörð sem passa mjög vel við eins og við hugsaum náttúrun í dag þegar við sjáum loftslagsbreytinga þar himinin og svo er það jörðin sem er náttúrulega bálmatnir og jarðefnis eldsnitið og svo framvegir. Annað hugtak en sköpunarverkið. Já, sko, hugtaki sem við notum með náttúrulega. Sem er síkvika náttúra. Já, síkvika náttúra. Það er umverulega orðið sem nature og það er nútíma orðið sem kemur að nota gerðan náttúra er einmitt síkvika, sko. Sjálf reyfandi, sko. En það er ekki hefðbundna. Það er alltaf hjá þeim er þetta dialektikin, þetta himinn og jörð og yin og yang og maður og konu og svo framvegis. En þetta, jú, það má segja að menn gera nú ekki alltaf það sem finnst þér rétt og er að flýða sér. En ég var samt aldrei mjög hugsi yfir þessu og það var ekki fyrr en ég kem í seinnaskiptið til Kína sem diplomat 2010 og þá þegar nýtt tímabil undir fórustu Xi Jinping núverandi leiðtoga þegar það hefst og tengt við hann, ég myndi kalla bara tímabil grænnar þróunar í Kína, það hefst svona 2012, 2013 og það er enda líka rýma saman við upp af jarðhitasamstarfs Íslendinga og Kínverja við byrjum með svona smáum stíl 2007, 6-7 og þá er myndað smá svona samvinnufyrirtæki einhverja eina hitaveitu í einni borg í Xi'an eða Xi'an lágrána hverfi Xi'ans með Kína eða vestu Kína og það fer síðan á fullt bara eftir 2012, svona 2014. Og sérðu munin? Það er sko, þegar tilkynnt var að nú ætluður að reynsa til í loftslagsmálum og þeir ætluðu að ég var þarna 2010 til diplomat í 8 ár og ég man eftir að þegar ég kom á þing alþýðunar 2010 og það var og þess að opinberu fundi þá talaði þáverandi forsætisráðherra sem hafði Wen Jiabao sem kom til Íslands síðar
jarðfræðingur, að hann sagði að við þurfum að við þyrftum eða þurfum að hreinsa til og draga úr mengun í Peking. Þá var mengunin sko bara hverjum einasta degi. Svo voru fréttir af, það voru bæði mengun en það voru líka ekki vindar af eyðimörkunum sem kannski hægt að tengja loftslagsbreytingu líka. Það voru vindar af eyðimörkunni frá eyðimörkunni en þar voru gópi, en það var nú ekki alveg eins slemt eins og menn haldaði. Það var frekar sko raunveruleg mengun og það var líka vatnsmengun. Þannig að það voru heilu árnarstundum sem í flóðum sem eitruðust og það var alltaf fór með landbúnaðin. En ég man eftir það var að tala um að þau þurfum að gera eitthvað. Svo var ekkert gert, sko. Það var ekkert gert. Og það var líka þegar ég var á senast 95-2000, þá heyrði ég þetta oft, sko. Svo gerist það að 2012, þá er tilkynnt að þá er það ræðunni hjá kínversku leiðtogunum að þeir ætla að, og síðan var það endurtekið síðar, sko, með verið þunga, að nú yrði dreigja á mengun. Það er orðin sem voru notuður önnur. Það er ekki við þurfum heldur við ætlum. Og í skýrslu forsætisráðherra Li Keqiang þegar hann tók við, það held að verið 2017 sem hann eða fyrir líklega þar sem hann segir í fyrsta skipti sem þeir í 5 ára áætlun, það ég man ekki alveg hvort það var 2014 eða hvernig það var 2013. Já, 2013 líklega. Í 5 ára áætluninni þá segir við ætlum að minnka mengun í Peking 40%, það var 35-40%. Og ég maður þeirra ekki... Á hvaða tíma? Já, það var þá samt 2013 líklega. Og þá þegar ég gekk úr höll alþjóðunar að þá segi ég bara, wow, nú verður það að gera það. Þannig að þessu við ætlum og ekki við verðum. Það er bara allt annað. Það þýðir að þá verður borgarstjónin látið fjúka og mönnum refsa fyrir ef þið ná ekki þessu markmiðum. Og þá eru tölur sko yfir markmiðin mengun. Það er alltaf að minnka þetta og svo voru náttúrulega var í hóp með öðrum diplomötum frá Norðurlöndunum og frá Vesturlöndum og ég sagði, þeir ætla að gera eitthvað. Og það sagði, stjórnmálamenn tala alltaf svona og það er aldrei gert neitt. Ég sagði, nei, þetta er eitthvað annað. Og það reyndist annað, sko. Það er nefnilega það sem hefur einkennt og einkenni í Kína og nú er það að koma aftur í ljós, sko, betur undir núverandi tímaskeiði er að þeir lýsi verið að ætla að gera eitthvað og þá er rétt að hlusta, þá gera þið það. Eins og að útrýma fátækt. Það var það sama. Já, menn talar svona, svo verður ekkit eftirfylgni og svo segja þér að fátækt að veri útrýmt og þá verður það náttúrulega ekkit satt. Það var viðbröðin, sko, á Vesturlöndum. Ég hef ekki heyrt þetta í langan tíma, menn alveg steinhættið tala um það að þetta hefur bara verið áróður. Vegna þess að þið gerðu það. Og þú sást munin á minni mengun? Já, mengunin var alveg sláandi, sko. Mengunin fór hratt niður og það voru sem í dag sem fór upp og þá var það bara í fjölmiðlum og fréttum og þeir færðu iðnaðinn lengra í burtu og þeir lokuðu stáluðu verum og hérna alltaf hófu síðan að framleiðslu á rafmagnsbílum. Og það hafði fyrir Ólympíuleikana, þá hafði stáliðu ver og svona stóriðu verið flutt frá Peking yfir til bæja eins og Báting sem er í... En er það ekki bara verið að flytja mengunina aðeins frá Keisarahöllinni? Jú, sko frá, það er eiginlega í upphæfi, þetta er svona, það var árið 2000, sko, í kringum það þegar Ólympíuleikarnir voru, að þá fluttu þeir mikið af þungaðinanum til nágrannaborgarana Bátir sem er 300 kilometri í burtu og setta á þessi vera voru með þá ástrompa og mengunin fór upp í loft og síðan bara sökk mengunin yfir Peking og því að 300 kilometrar og ferði upp í lofti og hvernig þú verður að gera eitthvað svona, þú verður að horfa á alla myndina, þú verður að horfa á þess nálað frá hafi því að það hjálpar, við erum með álver sem er alveg rétt við hafið þannig að það gefur ekki mikil mengun frá því og hérna síðan hvernig vindarnir liggja og svo framvegis en þegar þeir á þriðja áratugnum eða öðrum áratug þessar aldar þegar þeir byrjuðu þetta að þá var
mörgum verum lokað, það var bannað að kynda með kolum og þá kom fyrir að þeir hefðu ekki hlustara eiginlega vel á einhverjum stöðum og þá var sýnd mynd þegar veturinn kom á börnum sem sátu kappklædd úti fyrir skólanum vegna þess að það hefði ekki verið sett upp hitakerfi og það var kólakindun í skólanum og kynding og því var bara lokað. Þannig að þetta var lagað á þeim vetri, þetta var síðasti vetri, mann ekki að nákvæmlega hvaða vetur það var, það var líklega verið 2015 eða eitthvað svoleiðis og 2015-16. Því var alveg lokað. En með kolaverun og mengunin frá þeim, og það meiri hluti af rafmagn í Kína framleitt með kolum með þá, og þeir eru búin að búið að skipta öllum, nánast öllum gömlu kolaverunum sem voru lítil, meðalstór, svona eins og tíðkæðist við þeirra vestræna iðnvæðingin á Bretlandi og í Þýskalandi gerðist. Það voru svona meðalstór, það ódýrast að dreifa orkunum með þeim hætti. En það er alveg allt saman horfið, þetta eru nútíma orkuverð þar sem kólin kólaríkmengunin tekin og búin til múrsteinar. En það er áfram CO2 mengun frá því, þannig að það eru á allarunum og það er ekki, ég held að sé hætt að aukast núna loksins, sko. Það verið gerst að þessu ári eða fyrra að CO2 mengunin. Þannig Kínverjar eru með aðgerðir í loftslagsmálum, öfugt við kannski okkar heimsluta, sem er meira tal en minni efndir. Sko munurinn á þeirra stjórnkerfi okkar er náttúrulega, við erum með lýðræði, mjög stoltir af því. Og þá fáum við stjórnmálamenn sem lýsa því yfir að þeir ætli til dæmis að ná loftslagsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna á ákveðnum tíma og eitthvað. Vitandi það að þeir verða ekki lengur við völd þegar það gerist og gera svo ekki neitt. Og í Kína þá er þarna það ábyrgð mannsins sem segir það að við ætlum að gera eitthvað að láta það gerast. Ef það gerist ekki, þá fer það sögubækurnar og þá er það hans sök. En hvernig myndur lýsa stjórnkerfi í Kína? Hvernig taka þeir ákvarðan, til dæmis þessar ákvarðan? Þeir taka þessar ákvarðanir með bara sérfræðingaveldi. Sérfræðingaveldi, það er oft talað um það að kínverska alþýðuþingið sé, maður sér stundum, nú ekki oft lengur en það er Reuters eða BBC voru, ég held að BBC hætti sagt því, en það er Reuters kannski, að þeir tala um að það sé bara stimpil þing, þeir séu bara haldin til þess að stimpla ákvarðanir kommunistaflokksins. Og eiginlega bara leiðtogans sem er einræðisherra í Kína, sem er einræðisherra í Kína, því er haldið fram? Já, hann hefur alræðisvöld, en spurningin er hvernig það vald er tilkomið og hvernig hann beitir í. Það er sérfræðingaveldi, þannig að þingið er risalegt skrifuræðisbán, það sem er ótal fjöldi undirnefnda og sérfræðinganemnda og sérfræðingakallaði til og hvert einasta mál er tekið fyrir og hver einasta bara raunverulega eins og þegar við erum eins og lagasetninga frá Alþingi Íslands nema við erum að tala um miklu stærra batteri sem er með miklu fleiri sérfræðingum sem koma nálega þessu og þá Það er ekki bara sótt umsókn til viðskiptaráðs og það láti hluti gegn? Alls ekki, eða umhverfisráðs og svo er ekki virkun gerð einu sinni. Nei, það er allt saman. Þetta ferli er rosalega langt og núna er ráðgjafaþingið, það er annars og er alþýðuþingið, þar sem sitja fulltrúar veruleguleyti kommunistaflokksins og síðan verkalýðsfélaga, kvennarhreyfing og svo framvegis. Og svo er ráðgjafaþing þar sem sitja fulltrúar iðnjöfra og óflokksbundnir og flokks og lítilla smáflokka sem lefar frá því fyrir byltingu að þeir sitja á þessum þingum. Þeir fá þetta síðan til umsagnar og ef þeir svara ekki með umsögnum í dag, þetta var áður að þá var þetta algjörlega valdalaust, en ef þeir sendi ekki frá sér vel ígrundaðar athugasemdir og breytingatillögur, þá þeir ekki að vinna vinnur sína og þá þeim skipt út. Og síðan er þetta sendt nú hafa notað umleið og netið var til, netmiðlar, að þá stofnuðu þeir allstaðar við allar við
öll bæði staðar stjórnir og ríkið sjálft og svo framvegis á ráðuneytin, að þá eru þar síður og þar geta með sendin athugasemdir frá almenningi og síðan eru heldur líka fundir og farið á staðin. Og er þetta virkt eða er ég að passa mig að senda ekki neina umsókn sem að mig grunaði að væri ekki það sem að flokkurinn væri eiginlega að biðja um? Öll er svarið. Það er öllu svarað. Og er þetta virkt? Þetta er virkt. Það er meira að segja þannig að... Þetta er lýðræðisleg umræða? Þetta er lýðræðisleg umræða og þeir eru dálítið fúlir eða svona svektir yfir því að fólk hafi ekki tekið eftir þessu á Vesturlöndum. En til dæmis ef það að vera að byggja við hliðina á það sem ég bjó í Peking að það voru mikla byggingaframkvæmdir og mikla hávaði frá þeim og þeir voru að vinna eftir klukkan 6 og byrjuði á mótnara klukkan 6. Og þá var bara að hringja í, með minnar 1, 2, 3, 4 og þá er svarað og það gerir það tóðsandum og þeir hætta. Sko það er ekki að þeir haldi áfram vegna þess að þetta er ríkisfyrirtæki, þetta var stærsti bankin í Kína sem var að byggja þannig. Heldur þá verður alltaf að gera grein fyrir því hvernig var svarað. Ef það verið að kvart yfir hverfisyfirvöldum eða eitthvað, að þá verður að svara. Sko. En hins vegar er ekki alltaf gert allt sem er byggði Það gerist ekki í lýðræði. Nei, það getur hvergi gerst í neina mannfélagi. Allir fái allt sem við byggðum. Já, það verður allir fúlir í Kína eða gerist ekki. En þannig að taka dæmi það sem er bara í anda þess sem að flokkurinn vill. En ef einhver leggur til eitthvað sem er í andstöð við það sem að flokkurinn vill? Það er ólöglegt að grafa undan flokknum. Það er að túlka það svolítið... Já, það er nú svo sem eiginlega bundið við það að með byrja að skipuleggja sig og kalla á fundi og er að skrifa eitthvað sko lengra og senda bréf stundum. Þannig að það er ekki frelsi til stjórnmála starfsemi? Það er ekki frelsi til að stofna flokkar sem ekki eru... Það er eitt flokkur og hann á að stýra Kína? Já, það eru fleiri flokkar. Og sá sem að við fengi það, hann er að grafa undan Kína? Já, en þeir flokkar, það eru aðri flokkar, en þeir viðfengi ekki að þeir eru að starfa í samvinnu og undir leiðsögn kommunistaflokksins. Það er þannig segður. Þetta er svona dúman í Rússlandi svona, það eru alls konar flokkar, en þeir eru allir sammála um að Pútín sé frábær. Já, það er rótrætt, sko, það er eitt af því sem er í furðulegasta sem við gerst í stjórnmálu, það er að Kína sem er hérna með þessar konfúsísku rætur og hérna með samfellda menningarsögu allavega ritaða yfir 4.000 ár og hérna við förum aftur að það var þetta Reykjana með fornleifar rannsóknum allavega 10.000 ár sko, frá til þess 10.000 fyrir Kristallísi. En þá er hrísgrona menningin og svona að þeir skuli hafa tekið upp eitthvað rússneskt stjórnkerfi og hérna bolsjevisman og leniníska kommunistaflokkin sem náttúrulega allt saman náttúrulega hrundið síðar sko. Það er mjög surrealist, það er alveg með ólíkindum, en það eru starfsemi þessar flokka mjög öðruvísi. Lenin, að hann stofnaði kommunistaflokkin og bolsjevikaflokkin, hérna skipulag hans er að mörgulegu leiti byggt á bara herskipulagi, þetta eru hérna uppistaðan eru bændur sem voru að koma af Vígvöllunum, sko, hermenn eða bændur sem eru á leiðinni frá Vígvöllunum, liðslaupar í rauninni í hérna lok fyrir heimsstyrjaldarinnar og þá kemur Lenin með þetta ákall byltingu og völdin til ráðana og skipulegur þessa hérna bændur verkamenni í herflokka. Þetta var ekki svona í Kína, það var allt annað. En að þetta fyrirkomla skildi síðan vera kallað kommunistaflokkur og vera að stofna það er algjörlega surrealist. Lenin sem var fluttur, sem breska leyniþjónustan, hún flutti Lenin frá Sviss til hérna gegnum Helsingi til St. Petersburg til þess að... Frægri lestarferð. Já, og hérna til að gera svo smá usla og komið veg fyrir að rússneska keisaraveldið myndi nú rísa mjög öflugt upp eftir stríðið. En úr varðu þetta Sovjetríkin. Þannig að breska leyniþjónustan sem alltaf bak við það. Þannig að þetta er svona dálítið sérkennilegur snúningur og síðan var þessi ákvörðun til þess að kommunistaflokkur Kína var stofnaður, kommunistaflokkur Víetnams var stofnaður og allir hinni kommunistaflokkarnir út allan heim og síðan að Kína
skildi vera skipulagt með þessum hætti sem það í dag. Já, uppskriftin rússnesk, en kakan ekki kínversk? Það nú stundu sem flutt svona á milli, að þá þetta aðlagað og kannski fyrirkomulagið sem í dag allt eins skilt keisaratímanum? Já, ekki allt eins skilt, það beinlinis runnuð upp úr því tímaskeið og það og Kínverjar sjálfur skilja þetta ekki almennilega, en það er í rauninni, og þetta það sem ég að rannsaka núna, sko, að sem bara stjórnmálafræðingur og hvernig í ósköpunum virkar þessi flokkur og hvernig var það til. Og kínverska samfélagi byggt á stórfjölskyldunni. Það er fjölskyldan og svo stórfjölskyldan þar sem nánast nær til þorpanna eða náði til þorpanna og þá allir með sama ættanafn og þar svona salur þar sem fólk kemur saman í og það kallað forfeðrasalurinn og þar eru altari fyrir forfeðurnar og þar eru tekna mikilvægar ákvarðanir það til dæmis ef einhver hefur barið konuna sína eða ef ríkið hefur verið að senda ykkur fyrirmælum það að leggja ykkur að skattheimta á að þá verður að ræða það þarna, sko. Það engin embætti sem ára á staðnum. Það ekki svona kommissar frá flokknum sem að sittur og... Nei, ég að tala um keisaraveldi. Já, eins og það var. Það var, já, og það enn þann dag í dag að það ekki sko neitt embættismaður frá ríkinu í hverju þorpi, en það eru félagar í flokknum. Og það var þannig að þegar Konstantínus tóku yfir og byltingi fór fram í bændabyltingin í Kína, Konstaflokkurinn áður völdum, að þá settist flokksskrifstofurnar voru settar upp í þessum ættarhofum. Og þeir beinlínis tóku yfir, tel ég, og ég held að það sé það sem við erum að horfa á, þeir tóku yfir hlutverk stórfjölskyldan, eða útvíkkaðra stórfjölskyldu. Ríkið sjálft í Kína, það heitir ekki það er sko í okkar orðið ríki sem þýðir að drottna, ríki og vera auðugur eða eitthvað og svo eru við með state sem þá ástandið eitthvað svo liðs og kannski skilt staður, ég veit ekki hvernig upprunin en í kínversku það mjög klár, sko, það er guojia, það eru 2 orð, fyrir orðið þýðir staður með jaði í miðunni eða með takk fyrir ríkisstjórnanda í miðunni sem jaði, valdist takk ríkisstjórnandans sem var áður fursti og síðan keisari og svo framvegis og dja sem þýðir fjölskylda. Þannig guojia, þeir segja alltaf þegar þeir nota orðið þá þeir alltaf að segja föðurlandið eða móðlandið í rauninni. Þannig að hugmyndin þetta leniníska valdtæki sem sko að ríkið sé alltaf á móti almenningi sem ekkert bundið við kommunista, það ekki bundið við leninistana, það bara hluti af vesturlanda hugsun og það upprunnið í bara hvernig okkar ríkið þróaðist í til þess enska ríkið, breska ríkið eða Bismarck eða Þýskalandi, þó meira sko Englandi og Fraklandi, það sem konungsvaldið, að það átti ríkið, þeir átti það persónulega og síðan eru fyrstar sem síðan verða valda miklir og konungur þeirra leita til og þeir eru alltaf í anstöðu við almenning, sko. Alltaf þurfa að höndla hann einhvern veginn komið vekk fyrir mótmæli eða hemjan. Almenningur upplifir þetta sé ekki í okkar ríki. Nei, og síðan og þá endurspeglast í okkar menningu að ef við ætlum að hækka launin að þá þarf að hóta valdbeitingu. Það er að við förum í verkfall ef þetta er ekki hækkað eða við förum í verkfall eða það er óeirðir eða eitthvað. Og á Norðurlöndum er þetta mestuleiti hætt en samt svona heimir eftir að þessu að stað fyrir það að það eru ykkur hagfræðingar sem reikna og það hvernig hvað ríkið beri og hvernig það sé hægt að hækka laun og svo framvegis. Sérfræðingaveldi en í Kína sem er með saleg niðurskurðum að þetta sé launahækkunum sem er í boði. Ég hitti einu svona Ásmund Stefánsson fyrirverðið í forseta ASI í heima hjá Sínans og það var í Lundunum þegar ég var á koma að fundi þar í munum að hafa verið fiskveiðistjórnun eða eitthvað. Alltaf fór ég að ræða við hann um þennan mun á Kína og Vesturlöndum og sagði, sko í Kína þar sem menn skilja ekki að laun hafa hækkað án verkfalla og það halda menn á Vesturlöndum vegna þess að það er stundu fréttir að
það sé einhver óerðir eða einhverjar deilur, það er oft þá vegna einhverja vandamála á staðnum og kannski einhver sem er farið á eitthvað fyrirtæki sem er farið á hausinn eða hefur enga peninga til að greiða verkamönnum eða hvorsliðis og slíkt hefur það kemur fyrir. En í höfuðdráttum þá eru ákvarðanir og laun og launahækkanir teknar af sérfræðingaveldinu og í samráði við verkalýðshreyfinguna sem er náttúrulega tengt flokknum og svo framvegis og þau hækka. Launakjör batna, lífskjör batna. Já, en ástæðan fyrir að minna verkvöllum í Skandinavíu heldur en var áður að svolítið samruni verkalýðshreyfingarnar við stjórnmálaafl sem var ráðandi í uppbyggingu ríkisins, sósíaldemókratlandir. Já, korporatismi. Það er svolítið öðruvísi hér og við getum fundið það að því varst að tala það hvort að almenningur upplifið það að ríkið séu við, að þá held ég að það sé sterkari tilfinning í Skandinavíu heldur en á Íslandi. Að við séum saman að byggja upp ríkið og öðruvísi viðhorf til skatta. Við þurfum að hugsa meira til þess að komast á staðinn sem þú ert að benda á að það sé í Kína, að það sé almennt viðurkennt, bara sannfæring að ríkið séu við. Það ríkið sé að vinna fyrir okkur. Já, en það er ekki samt þannig að... Íslendingar langt frá þessu. Já, mjög svo. Það er endar, nú náttúrulega erum við að fara við af öllurinni. Ég er að hjálpa mér að reyna að skilja Kína. Já, en það er alveg rétt, sko. Málið er að þessi munur sem hún nefnir á milli Íslands og Skandinavíu, svo milli Skandinavíu og Bandaríkjanna og svo Evrópu og svo framvegis, að þetta held ég eftir að hafa verið að legið yfir stjórnmálafræðibókum og bara og sögubókum og svo framvegis og ég komst að því að það er alls ekki nóg að lesa stjórnmálafræði þar sem er verið að lýsa bara hlutinni gerast ABC og það sé einhverja formúlur og svo framvegis. Það útskýrir ekki þennan menningarmun og þennan mun sem er á milliríkjana. Þannig að það þarf að skoða miklu fleiri sviðar, til dæmis hópsálfræði og sögu og menningin er algjörlega lykilatriði. Og á íslenskri menningu þá höfum við enga hefð fyrir ríki. Við höfum aldrei verið miðstýrðu stjórnvaldi. Og á Íslandi þá er það þannig og það hefur verið náttúrulega ritað það að þetta sé dreift stjórnvald og að ráðherrarnir ákveði hlutina hver fyrir sig. Já, og önnur leið til að segja það, þetta er bara anarkismi. Anarkismi þess að ráðherrarnir ráða sjálfur og þá er þetta, eða höfðingjaveldi vegna þess að þeir sem við konnumst við úr okkar kultúr. Já, það er okkar. Þetta er goðar, þetta maður kallar ráðherrana goða. Í rauninni, sko. Þetta er alveg surrealist fyrir mig sem er búið að vera erlendis og verið að fylgjast með þróun og annars staðar hvernig þetta er á Íslandi, það sem ráðherra taka að það er ekkert markmið yfirleitt, það er einstakar sinnum sem koma sterkir leiðtogar eins og hugsanlega núna og undir Davíð Oddssyni til dæmis er að það sem við erum eitthvað svona markmið með því sem þeir eru að gera og þeir ákveða að ráðherrarnir megi ekki alveg ákveða sína málaflokka einir, verið að ráðfæra sig við forsætisráðherra. En yfirleitt er það þannig að þeir bara ákveða eitthvað bara fyrir sjálfa sig og fyrir kjördæmið. Herðu, aðeins varðandi lýðræði í Kína, hver velur það hver er borgarstjóri í Peking? Eða bara segjum borgarstjóri á Stokkseyri? Já, þannig töluvert munum hvort það Stokkseyri er Peking, en á Stokkseyri... En ég býst við að í Stokkseyri geti það verið nálagt þessum ættarhofum. Já, Stokkseyri þá myndi það vera sett í litlum bæjum eða þorpum eða þorp, eða borgum sem er með svona 2-3 miljónum manna, sko, einhverja litla borgir, að þar er það, þá er það yfirleitt einhver í borginni sem hefur hækkað í gegnum kerfið, flokkskerfið og stjórnkerfið. En það er þetta komið með eitthvað svona stjórnkerfi, það er 2 milljónir og of stór eining til þess að þessi ættarhof geti ákveðið. Nei, en það er sama, það náttúrulega eru einstu hverfi og það verður ekki borgarstjóri að hafa verið hverfistjóri og hann verður að hafa verið þá líka sko, í fleiri en einu hverfi og hann verður að hafa staðið sér sæmilega vel. Það er að komið upp úr grasrótunni, getur við sagt. Já, hann kemur upp á grasrótunni í svona miðbæjum og sérstaklega litlum bæjum. En þeir sem eru í stórum borgum, sem eru eins og Peking, sem eru 25 milljónir og bæjur sem eru yfir 7 milljónir, 6 milljónir, 7 milljónir, síðan kannski 12 eða eitthvað, að þá er það alltaf einhver sem er sendur, hefur verið borgarstjóri annar staðar, í minni bæ, minni borg og þeir skiptast á og ef hann staðir sér vel, þá kemur og það eru alltaf 2
leiðtogar og það er sem sagt ritari, flokksritari borgarinnar og borgarstjórinn og þeir eiga að horfa yfir öxlin á hvora öðrum og það er þeirra aðferð til þess að koma í veg fyrir að hinn gerir mistök því að ef það kemur í ljós að hann hefur verið tegið mútur sem hefur komið fyrir hans mikið víða, það er landlægt í Kína að spilling alveg frá fornum fari 1000 ára að menn hafa mikil völd að þá hafa tiltengu til þess að hykla sínu fólki og ættingjum og ættingjandi nota tækifærið vegna þess að þeir eru nálægt valdinu að þá er það hefði í Kína eins og er til dæmis í Afríku að ef að þú ert ráðinn sýslumaður í Árnessýslu að þá er eiginlega ætlast til þess af þínu fólki og sinni ætt og þeir hafa líka svona hring þar sem að sko byggir á þorpinu og þeir eru með forferða ég segi ekki dýrkun en þú veist þú ert á vegum forferðana og þá er það eiginlega skylda þín að taka hluta af ættinni og koma henni vel fyrir. Það er á minnistöðum og þá er þetta eitthvað til en þetta kerfi að vera með ritara og flokks og borgarstjóra eða bæjarstjóra að það kemur ekki veg fyrir en það er mjög hindrar það verulega og það er ekki að því að ráða eitthvað sem að veita er hæfur og þekkir og getur hugsalega verið úr ættinni en það er lítið hornauga vegna þess að það er nokkuð augljós framtegli en það er alls konar fleiri aðferðir sem geta verið og þetta er hefur verið vandamál frá fornum fari í Kína en í keisarastjórnin þar í gamla daga þær leystu þetta og það er svipuð hætti og komastólokkunni gerir í dag með því að á mikilvægum stöðum og héraðsstjórum og stórum borgum að þá er það alltaf menntamenn sem hafa tekið embættispróf sem ráðnir, voru ráðnir í gamla daga, að þeir voru sendir á staðinn. Þeir voru ekki heimamenn og þeir með ekki verið lengur en eitthvað eins og 5-10 ár. Þá eru þeir sendir eitthvað annað. Til þess að þeir rótfestist ekki í spillingu. Vegna þess að það gerist alltaf. Og þess vegna er hugmyndunum það að fara að ráða, þess að þetta kemur alfarið á móti því að fara ráða í forseta eða ráðherra í einhverjum almennum kosningum vegna þess að fólk kýs fólk sem það þekkir eða þá sem það þekkja og þetta eru vandamál til þess að þetta er líklega stærsta vandamálið í bandarískri pólitík að ráða menn í þing til að setja í 2 ár umlaður komnir í embætti þá er það að hefa kosningabaráttu fyrir næsta kjörtímabil Bandaríska þingið er svo gamalt að það er eiginlega 2 kynslóðum eldra heldur en til dæmis þing í Skandinavíu. Já, það er gert þetta verið útskýrt fyrir mér þegar ég var í stjórnmálafræðin, það var útskýrt með þannig að það var stofnað á ákveðnum tíma í þróunarsögu breskra pólitíkur stjórnmála og það endurspeglar stjórnmálin eins og þau voru þá og þar er stöðnuð og þannig að þeir hafa ýmislegt sem Bretandi héldu áfram eða englendingar þróuðust og breyttust eftir það en mikið af því sem gerist í Bandaríkjum sumt að því er alveg sérstætt fyrir þau en sumt er þennan uppruna. En til að hindra spillingu að þá eru svona sólarlagsákvæði en æðsti leiðtoginn að hann hefur þau völd að hann getur breytt og ákveðið að sitja aðeins lengur og það hefur gerst. Já, það hefur gerst. Það er raunverulega mjög söguleg undantekning að það voru sett ákvæði það að leiðtoginn mætti ekki sitja lengur nema 5 ára kjörtímabil og það var sett að Deng Xiaoping sem var þá raunverulega valdamaðurinn í Kína eftir að Mao lést, þetta var náðum bandamaður Mao og svo hann rætt af stað umbreytingunum og opnun gagnvart heiminum en hann stjórnaði alltaf og hann var ekki leiðtogi, hann var ekki formlega leiðtogi, hann var ráðgjafi og hans menn voru ráðnir þá í 5 ár og ef við hugsaðum svona dálítið svona kaldanislega þá náttúrulega er það kannski til þess að koma í veg fyrir að þeir gætu náð meiri völdum en hann sem var ráðgjafi en vandamálið síðan og þetta var aðeins þetta er að vera 3 leiðtogar eitthvað sem voru kostið með þessum hætti
og síðan þegar Xi Jinping kemst til valda þá ákveður hann mjög að breyta þessu og hópurinn eða flokkurinn sem í kringum hann að þeir knúðu það í gegn þrátt fyrir andstöðu og ástæðan svo í rauninni að sá sem tekur ákvörðuna ber ábyrgðina. Sá sem tekur ákvörðunum eitthvað, hann ber ábyrgðuna ef það ekki kallinn í skuggaherbygginu. Nei, ekki kallinn í skuggaherbygginu og heldur ekki eftirmaðurinn vegna þess að það ef þú ert okkar vandamál á Vesturlöndu núna og ég er fylgismaður lýðræðis en mér finnst dálítið undarlegt þegar það skipt alla þingmenn eða kannski 40% eða meira af öllum þingmönnum hentu út fyrir að þeir gera mistök og allir ríkisstjórnir hentu út þeir hafa vantarlega lært af mistökum en þeim þá hentu út svo kemur nýr hópur á fólki og sem gerir mistök og aftur hentu út og færst engin samfella og það engin markmið og fyrir bragðið að þá kynverjar sem eru með sín markmið alveg á hreinu og vinna fyrir langan tíma að þá eru þeir að skjótast fram á Vesturlöndu sem ekki gerast þetta. Herðu, ég ætlaði nú að tala við Kína og svo Kína í heiminum en það er svo gaman að tala Kína þannig að við skulum bara vera innanlands í Kína. Við vorum að tala svona innviði og það er vitað að þú varst að benda á hversu framalega þeir eru orðnir og hversu hratt er aðgerið við loftslagsbreytingum. Við tölum þróun rafbíla og allir þekkja lestakerfiðar sem er bara undur líklega svipað og þegar að fólk kom til Bandaríkjanna kannski þar síðustu aldamót að þá sjá menn bara að þetta er allt annað fyrirbrigði og þeir virðast að hafa mikla svona verkfræðilega getu og mikið afl til ákvarðana að byggja upp innviði. Við sjáum húsnæðisuppbygginguna sem að hefur hýst gríðarlega fólksflutninga frá sveitunum til borgana. Það er ekki í Kína eins og er í eiginlega öllum borgum Suður-Ameríku eða Afríku eða annars þar í Asíu þar sem eru fátækra hverfi sem eru eins og krægi í kringum allar borgir. Það er eins og Kínverjum hafi auðnast að byggja fyrir fólki sem er að flytja í bæinn og borgirnar. En þetta er allt saman svona verkfræði þannig að þá langar maður að spyrja svona eins og grunnkerfi eins og heilbrigðiskerfi, hafa allir kynverjar aðgengi að góðu heilbrigðiskerfi, að góðu menntakerfi, séð þá sem eru fatlaðir og lasburða eða hafa gefist upp á erfiðisvinnu því að mikið af þessum hagvexti drifið áfram af miklu harðri vinnu verkafólks. Heilbrigðiskerfið í stærstu borgum Kína er betra en á Íslandi í dag. Það var ekki rétt fyrir 10 árum eða jafnvel fyrir 5 árum. Ég rökk við þegar ég kom til Íslands í sumar þá var að svili minn hann fekk nýrnakast og var bara mjög komið mikið hánista og illa þjáður að hann fór bæði að lækna vaktina og síðan nýrnasteina sem þeir sem hafa reynt vitað er ógeðslega vont eins og sagt er. Og hann er ekki maður sem kvarta mikið, hann er kínverskur, hún er minni kínversk en svo það var læknavaktin og hann fekk einhver verkjatöflur og svo náttúrulega batnaði þetta ekki neitt og þá fór hann náttúrulega á gjörgæsluna og þeir sem hafa komið nýlega á gjörgæsluna þau vita hvernig það er fólk á göngum og jável ég held að jável rúmin og baðherbergin og svona veist og alveg ótrúlegt afskaplega elskulegt fólk en ég rökk við þetta sér það ekki í Kína nema í COVID þá gerist þetta þetta er svona eins og svipað ástand sem var í COVID sem er neyðarástand já en það er þannig að það er kannski en í sveitunum þá er þetta ekki komið svo langt og þá er það bara verkefni sem stjórnvöld vinna að það er að fjölga læknum sem það vantar fleiri lækni og þá er það sett inn í menntakerfið að mennta fleiri lækna fyrir 20 árum held ég að verið að þá minnum ég að verið þá var fyrirsjáanlegt að það veru og margir að fara í bókgreinar í háskólum þannig að þeir lögðu aukna áherslu á iðnskóla og fagskóla
og það vantar ekki fólk sem með iðnaðarmenntað. Og skjóta inn hvernig þið stýra þessu? Því að til dæmis það bara fyrirmæli, það var bara ákveðið. Angela Merkel er nú frækt dæmi það að ég man ekki hvað hún vildi læra bókmenntir eða eitthvað, hún fór og læriði líffræði af því að það var það sem að austurþýski kommunistaflokkurinn ákvaða þyrfti. Já, það er ekki ákveðið fyrir hvern einstakling fyrir sig, hann ákvarða það sjálfur. En það er gert með stýrandi ákvarðanum eins og hvað er setja mikla peninga í skólana og hvað eru skólar, það er fullt af stöðu sem vantar skóla og það eru þá er ákveðið hvaða skólar fá fjárveitingar til þess að taka við fleiri nemendum og þá dettur það inn náttúrulega að það eru inntökupróf í skóla. Og það er svona virk miðstýrð atvinnuuppbygging. Já, algjörlega. Og fyrir bragðið hefur ekki komið upp skortur á iðnaðarmönnum í Kína, það er ekki skortur á þeim. Og sveiflurnar er alveg rosalega því að það eru iðnaðarmenn, það er milljón iðnaðarmenn í einhverja borg þá kannski á 10 árum og síðan verða þeir koma frá sveitunum kannski og síðan flytjast þeir eitthvað annað. Þetta eru alveg gífurlega stærðir sem við erum að tala um. En stærsta kannski dæmið svona miðstýringu er það að Kína þá eftir að var ákveðið að opna, áður að var ákveðið að opna Kína gagnvart fjárfestingum erlendis, þá voru náttúrulega þróustu borgirnar og bæjarnir, það var Shanghai og Nanjing og Guangzhou, Kanton og þessar bara borgir meðfram ströndinni í suðaustur strönd Kína og svo ein svona stór borgin í landi, en yfirleitt allar við hafið, við hafnaborgir. Og það var og síðan var það, man ég, þegar ég kom þarna ég bara sem diplomat mér sér, þá voru þarna stór svæði sem voru nánast án rafmagns og ekki vegir og það var einhver stúlka sem kendi dóttur okkar píanó og hún kom frá einhverju þorpi inn í Yunnan í suðvestur Kína og það var engin vegur þangað, þannig að hún þurfti að ganga í 2-3 tíma heim til sín og frá síðasta staðnum þar sem var vegur, þannig að það var ekki eins og nætt að fara með traktor þangað. Síðan núna fyrir eitthvað 10 ára núna, kannski 8 árum, að þá er það gert, þá er það sett inn í 5 ára áætlun að lyfta þeim sem eru búa við örbirgð, það er að segja undir kínversku fótmörkurinn sem eru mjög lág og mjög lægri en það sem við höfum hérna, en það náttúrulega eru matvæli og slíkt eru miklu ódýrari þar, en segjum fólk sem ekki hafði efna á því að borða kjöt eða fisk bara grón sem sagt og hveiti og grænmeti og slíkt sem reyndar fólk á Vesturlöndum sem borða bara það, en það er nú grænmetisæturnar, það er satt svo fátækt og það átti þá kannski ekki til skiptana föt og það var engin vegur heim til þeirra og þetta fólk náttúrulega hefur ekkert farið sem faradverkamenn til borgarna vegna þess að það voru engin vegur til að koma því til borgarna. 100 milljón manns, þetta var talan cirka, 100 milljón manns í miðvestu Kína og jaðarsvæðum að þar sem bara bjó við örbirgð, vissi ekki almennilega hvernig átt að fæða sig og bara ákveðu nú ætlaði að lyfta því upp úr fátækt og ég var á fundinu þegar þetta var tilkynnt, þegar þessi 5 ára áætlun var tilkynnt og það var það sömu viðbröðum frá öllum diplomötunum í kringum mig að nú er bara yfirlýsing og svo verður settir þessi peninga í þetta verður gert í 2-3 ár og síðan verður engin eftirfylgni. Nú er það búið og ég tók að mér að þýða Xi Jinping fyrsta riti, þannig að sem Xi Jinping ég þýddi verk hans eða yfir á íslensku. Sjálfsagt ekki bara ekki lesið þetta og fáir sem hafa veltið fyrir sig hvernig ósköpunum því þýddi yfir á íslensku en er ekki búið að þýða yfir á hinn Norðurlöndin, Norðurlandamálin. Það stafar kannski af því að ég var beðinn 3 þetta og svona ákvað með semingi að lokum en þá meðalans vegna þess að ég var stoltur yfir því að þeir skildu hafa átt á sig að því að íslenskan er þetta uppræðanlega norræna tungumál og svo líka það að þeir vildu
sína að þeir gerði ekki, þeir vildu þýða þetta yfir á erlend tungumál, þeir vildu sína það að þeir gerði ekki greinamenn á litlum og stórum ríkjum, þannig að þeir tóku tungumál sem við getum efast hvort þau verið til eftir 100 ár. Ég vona það ekki, en hérna, ég tók þetta að mér að eða allir þessu tíma í þetta, vegna þess að í þessu riti þá lýsir Xi Jinping, þetta er ekki eins og hann haldi einhverja ræður sem hann dettur sjálfum í huga að halda. Þannig að tilgera hann ákvarðanir. Þetta er ekki rætt eins og hjá Trump. Nei, eða eitthvað sem þetta er í hug þegar hann vaknar. Nei, þetta er hérna eitthvað sem hefur ákveðið eftir hérna vinnufundi og búið að samþykkja ákvarðanir stjórnvalda. Við ætlum að gera þetta, við verðum að gera þetta og við skulum gera þetta. Sem yfir þá var enska þýðingin svolítið skrítin því að þeir voru að reyna þýðendurnir þar, þeir skildu það kannski ekki alveg nægilega vel og þeir segja alltaf we should do this and that. Og þá voru þeir reyna að láta tala eins og vestrænar stjórnmálumann, en vestrænar stjórnmálumann, maður segir, við ættum að gera þetta eins og íslensk stjórnmálumenn og það er hérna stefna okkar að gera þetta, vitandi það að þeir mun ekki geta gert það vegna þess að þeir verið í samstöpustjórnum og hafa ekki tíma til vegna þess að þetta er bara stutt kjörtímabil. Þannig talar hann ég skal, við skulum og við bara skulum og skulum ætlum og svo framvegis og þannig tilgir hann það að hérna, rafbílavæðinguna og fátækra baráttu ekki fátækt og létta fólki og fátækt og það var gert þannig og hann tilkynir það í þessum ræðum, í þessum hérna, niðurstöðum að allar hérna borgir og bæir í hérna ríku fjöruðum Kína þegar að mynda hérna bræðra, svo systra bræðralag með hérna fátækum þorpum eða hérna héruðum inn í landi og ber ábyrgð á því og þangað þeir að senda Peking háskóli þess að ég var í námi á þessu tíma og allir stærri háskólar, allir héruð í stærri borgum, ríkisfyrirtæki og stærri einkafyrirtæki að þau voru öll í því og hérna stundum nokkur einkafyrirtæki slóður saman að þau eru allir að senda fulltrúa fólk á staðinn og hjálpa þeim að finna fjármagn, svo að ríkið lagði fjármagn líka í þetta til þess að hjálpa þeim að hérna skapa atvinnu og hjálpa þeim að reynsa til í kringu sig og svo framvegis. Á sama tíma þá tók hann ákvörðun, hann var að fjalla fjárlögin á Kína og þau hefði já svo hérna í fjárlögum að þá eru hérna fjárlög til vegaframkvæmda og hraðbrautir hérna og þá skulum við í staðin fyrir að reisa þetta í hérna nágræni Shanghai, þessar hraðbraut, skulum hafa hann inn í miður landi og það er nú ekki hagkvæmasta sem þú getur gert, það er frekar að gera það einhvers staðar í þróuðu svæði en að setja hraðbraut inn í fjallahjöruð í mið Kína, en það var gert og ég las þetta og svo, ég er náttúrulega verið að tala við hérna, kennara í skólanum mínum og svona, þeir fóru upp í sveit og var nú ekki skemmt, það er ekki góður aðbúnaður og voru að hjálpa og svo voru þeir að fara aftur og þá voru þetta aldrei svona, fannst ég að hafa farið illa með peningarna vegna þess að fólkið hafði bjóðið moldákofum, svona veggirni gerðir með leir og hérna og svona einhverju, þú veist, hálmur blanda saman við leir og síðan er það sólþurkað og gert úr því kofi og svona okkar rjárið kannski eitthvað tré og svona og náttúrulega skamar út, þú veist, eins og þegar ég fór var krakkið þá var það stundum í sætin í hérna surtaður í miðfyrði þar sem ég var að þar var náttúrulega ekki kannski klósett kamar og þar var náttúrulega fólk bara, þú veist, gekk arna sinna eða fór á kamar eða eitthvað og náttúrulega getur rennandi vatn og náttúrulega alls ekki vegur upp að húsinu og hérna svo þeir komið tilbaka þá var kannski fólki komið með hérna rennandi vatn og klósett. Ég segi, hvað er að ykkur? Þeir voru kvart yfir því að peningarnir sem átt að vera nota í skólanum eða einhver verkefni sem þeir ætla að fara í og þeir veiku ekki fjármagn í það og launin þeir eru ekki hækkað eins rætt og þeir eru vonast til og þeir eru vanir. Ég segi, hvað er að ykkur? Hvernig er þetta? Finnst ykkur að bændur ekki að hafa klósett heima og sér eins og þið? Ef þú hefur ekki eins og klósett heima þá hefur ekki vonum það að þú getur nokkuð tíma að lifa vel og verður að hafa svona hræmilegt í kringu þig. Og svo var þetta með vegaframkvæmdinir að þeir umverulega lögðu vegi upp á hverju einasta húsi, ekki bara í þorpunum, heldur inn í þorpunum og lagði vegir og nú komast þá allir þorpsbúar í Kína einhvert burt frá heimilunum eða geta farið sér til. Þetta er stundum verið sagt hérna að þegar var lagðu vegur að þá notuðu íbúarnir aldrei þess að flytja burt. Já, það er örugglega rétt og það var þannig, sko, það var
þetta er sagt Noreg líka veit ég, það eru sett göng en sko í þessu tilviki þá voru sumir staðir það fátækir að landbúnaðurinn það var ekki eins og rennandi vatn og einhver, sko þeir eru bara treyst á regnið til að vökva ef það var þurrkur að þá var hérna það brást uppskeran. Þetta var gert og síðan var farið og hattu hvort það væri þarna gert þetta og þessar raddir erlendi sem voru að tala um það að hérna að þessi barátækja fátæk að þetta væri pólitíski yfirlýsing bara og væri ekkert gert snarþagnað erlendis og náttúrulega heima fyrir Kína líka. Með þetta svona aðgerðum þá lyftuðu upp fátækasta hluta Kína já, og tengdan inn í ný. Já, ég heyrði einhver þátt á þessum myndlist rétt að það sá þetta í einhverjum bara datin á einhver þátt sem hérna á netinu og það varst að tala um þetta þess vegna er ég að segja frá svona var þetta gert. Hérna, eitt varðandi hérna Kína og uppbygginguna að þú getur hitt fólk hérna á Vesturlöndum sem sögðu þetta verið dæmi mátt kapitalismas. Það verið kapitalismin sem hefði lyft upp Kína. Já, í þessu tilviki var það alls ekki rétt, sko, þess að þetta og raunlega mín niðurstaða bara almennt séð, svo við snúum bara heiminu líka, er að blönduð hagkerfi og blönduð blandaða menningar, þær virka. Það er, Kína sjálft er blönduð menning. Já, og þegar við erum að tala um kapitalism í dag, að því að við erum hér eftir nýfrjálshyggjuna, að þá erum við kannski með svolítið sérstaka hugmyndum kapitalismans, það sem ekkert er gert raunverulega nema einhver getur grætt á því, og til dæmis svona innviða uppbygging eins og á sér stað í Kína, sem átti sér stað með hérna stjórnvaldsákvörðunum í Bandaríkjunum, í okkar heimsluta, í Kóru, í Japan og víðar, sem eru eiginlega forsendur þess að þessi samfélag hafa risið efnahagslega, að við erum á heimsvæði núna eða heimsluta sem að stjórnvöld telja sig vera ófær að byggja upp innviði og eitthvað fleira vegna þess að það verður vel kannski ekki vald til þess, ekki þrótt til þess, eitthvað að getu. Þannig að það er dáið úr okkar kúltúr þessar svona stóru ákvarðanir. Algjörlega frálegt. Það er hérna sett ef þú lítur í náttúruna að þá er ekki bara ein dýrategund sem flækist, þannig er ekki bara kindur náttúran er bara mjög litrík og samfélög eru litrík og þau eru mismunandi og hvernig þessi blöndun verður og hún er mismunandi ég er sko Kína, ég sagði upphafi okkar samtals að hérna, Kína veri eina hérna forna siðmenningin sem er ennþá lifandi í dag á sama stað og myndaðist hún er ekki búin að dreifa sér út um allt og þessi ótti reyndar við það að Kínverjamenn leggja undir sig heiminn er alveg fráleit því að þeir hafa fátt tækifæri til að gera það voru Mongólar réðust þarna yfir, lögðum til sig hluta Evrópu og Kína allt en sko Kína er í eðli sínu og byggir á hérna grunnurinn er og heimspekin, siðfræðin og svo framvegis, bara Lao Tse og Konfúsíus sem ég hef hvort ekki að þýtt, sko, að það er raunverulega siðfræði. Ég ætla að byrja Ragnar að koma hérna aftur og þá munum við ræða hérna Kína í heiminum, bara koma sér fyrst. Gerum við það því það. Því að við erum að tala um Kína og það er óskup eðlilegt að það verði partur 1 og 2 allavega. Herðu, en það er eitt í varðandi hérna, þetta með kommunismann og kapitalismann og kommunistaflokkin sem stendur fyrir þessari innviðu uppbyggingu og þessari umbreytingu á Kína. Einhver geti sagt að hérna að síðustu kannski 30-40 ár hafi flokkurinn sótt hérna lögmæti sitt í miklar efnahagslegar hérna framfarir. Og þú nefndir til dæmis mennina sem að þú þekktir sem voru sendir að leggja veginn þarna út í hálfgerðum óbyggðum að þeir voru hérna ósáttur við að launin þeirra hefði ekki hækkað hérna eins mikið áður var og þú varst að benda þeim á að það væri verið að lyfta upp þarna fjölda fólks í fátækt að þetta er svona dæmi að það sem að flokkurinn sækir í lögmæti sitt í að stýra í því hann skaffar og við höfum séð það í bara mörg vond stjórnvöld hafa gert það hérna mann til dæmis að fyrri hluta eða svona fyrstu árum þessar aldar þegar Erdogan var að koma sér fyrir í Tyrklandi og brjóta þar niður í hérna svona valddreifðara stjórnkerfi og náði undir sig að þá var alltaf sagt, þú veist, ég meina hagvöxturinn í Tyrklandi er frábær og þannig hefur það verið, þannig var hérna Pútín náði völdum í Rússlandi með því að skaffa efnahagslegar framfarir en svo er sagt efnahagslega framfæri sem hafa verið í Kína að það er bara, þetta er ekki hægt lengur framtíðin mun ekki verða eins og nýliðin fortíð
Þannig að núverandi stjórnvöld í Kína vita það að þau munu ekki geta skaffað, þannig að nú þurfa þau að herða tökin og þau ætla að herða tökin með aukni þjóðurniskend og að undirbúa það að auka afl eða vald stjórnvalda til þess að geta haldið völdum. Að við séum að fara að horfa á Kína, að sömuleyti, við getum sagt svona breytum karakter. Hvað séu við þessari hugmynd? Já, ég hef heyrt þetta og sjálfur persónulega er mér ekki sérstaklega vel við mikla sterka þjóðurniskendi. Ég er esperantisti og ég er umverulega alþjóðahyggju sinn og helst burt með þessi landamæri. Talar esperanto? Já, og þriðju kynslóð er esperantisti. Það er sko, réttlæting Kínverja á stjórn hefur alltaf verið frá því að sagnaritun hófst að stjórnin skuli tryggja velsæld þegnana. Og þetta er í Konfúsíusi, kemur þaðan frá Konfúsíusi og er líka hjá Lao Tse sjálfur sér. Og er eldra því að hann bjó ekki, Konfúsíus bara tekur saman þessi stjórnmála heimspeki. Hún er allavega, þessi hugmyndafræði er að minnst á kosti 5.000 ára gömul. Á Vesturlöndum það að kjósa fólk til það sé einhvern veginn þannig sem þau verði leiðtogar, það er mjög nýtilkomið. Það er eiginlega eftir fyrir heimsstyrjöldina þegar þeir hafa búið að drápa svo margir í heimsstyrjöldinni að þá gerði englendingar bara hluta til viðbrögð við Sovétríkjunum að láta þá 1 milljón eða 2 milljón held ég englendingar ungir karlmenn sem létust þá að þeir hafa verið að deyja fyrir eitthvað, voru að deyja fyrir þá ríkið og þess vegna verið þeir að kjósa. Þetta voru einmenningskjördæmi og eru einmenningskjördæmi áður voru það furstadnir sem ákvæðu eða barónarnir sem höfðu atkvæði og síðan fjölgaði þetta fleiri eignamenn og svo framvegis og svo eitthvað tíma fengu konurnar að kjósa líka. Kínverjar hafa haft þessa sama mælikvarða fyrir réttlætingu á stjórn í allavega frá í 3000 ár. Sko sögulega þetta rekjaði 3000 ár og líklega lengur vegna þá er þetta til. Það er alveg ljóst að og það hefur oft verið skipt keisarættir sem ekki gátu tryggt velfarnað íbúana í landinu og svo framvegis. Og þá var það náttúrulega þannig að fólk það hlýddi ekkit stjórnin ef það var þröngt í ári þeir voru ekki með embættismenn í öllu þorpum út all land og í dag ef fólk er ekki sátt við einhver ákvæmni kommunistaflokksins þá snýr það bara gerir það bara ekki það sem þið er sagt að gera þeir gera bara eitthvað annað. En ef þú hefur aflið og valdið þá getur þú neitt fólk til þess að... Já, það er ekki gert og það er hægt á því að væri hægt að gera það. Pútín var, ef maður rétti, þú nefndir hann var að kosin, sko. Hann er svona afsprengi lýðræðis í Rússlandi. En hann stjórnar, sko, sem ólíkard, sko, og er með hann er kosin og hann nær viðurkenningu eða lögmæti með því að skila efnarslegum árangri og notar þá stöðu til þess að brjóta ég held sko rússa bara kjósa Ivan Grimma, sko, það er bara þannig þeir eru bara þannig þjóð og það er þeir myndu kjósa vondan leiðtoga. Nei, þeir voru bara að telja að það voru góða leiðtoga, Ivan Grimmi, Stalin og Pétur Mikli og svo framvegis. Það er áhrif líklega frá Mongólunum annars vegar og síðan frá rússunum sem eru svíjar, sænskir víkingar sem stofnuðu Kiev og voru með þrælamarkaðar. Nei, það er það er eitt sem kínverskir stjórnmálamenn eða kínverskir kommunistaflokkar eru fullkomlega meðvitaðir að ekkert er til eilíðar. Og ég held, og enginn af æðstu leiðtogum Kína hefur nokkuð tíma talið að þeirra stjórn myndi endast til eilífðar. Því að það er náttúrulegt lögmál að það sem verður til, það mun líða undir lok. Þetta er raunverulega hluta þeirra eigin heimspeki. En þeir vil ekki gerist á þeirra vakt og lengstu markmið sem kommunistaflokkurinn hefur haft, sem er núna, það er 100 ára afmæli stofnunar kínverska alþýðulýðveldis sem er þá 2049
en þeir vonast auðvitað til að halda áfram. En ef þið gera sig grein fyrir ef þið geta ekki treyst velsæld og friðsæld í ríkinu, þá mun þeirra tími líðandi lok og það bara verður svoleiðis. Þannig að saga kínverska kommúnistaflokksins í 1000 ára sögu keisaraveldi gæti verið bara 100 ár. Ég held kannski að það yrði hugsanlega 60 ár en það náttúrulega liðið og mér finnst nú líklegra að þeir haldist eitthvað lengur. Má var heldtekinn þessar hugmynd að hvernig ætti að koma vekk fyrir að flokkurum myndi falla frá völdum eða sem að stjórnvaldi myndi falla frá völdum eins og hefur alltaf gert sögulega. Og hann kom upp með hugmyndum að vera með stöðuga byltingu, það er að segja að forðast undan örlögunum. Það kínverska orðið yfir byltingu er að missa umboðið eða missa örlögin til að fá að stjórna. Og hans aðferð var að þá gera æsa æskulna gegn valdhöfum og gera uppreist. Og Xi Jinping er með svipaða nálgun sem er að stöðugar umbreytingar og halda bara áfram umbreytingum og þá sé hægt að aðlaga sig. En ég held ekki að hann hafi trúið því að það verði endalaust sko, hvernig það verður. En það veit ekki hvert það liggur. En ef það tekst ekki að uppfylla þetta, þá mun komast á flokkunum í þessa völdin. Einfallega. Hann er að reyna að labba upp rúlustiga sem er á leiðinni niður. Það voru að halda þig áfram að ef þú stoppar þá ferðu niður á botn. Herðu Ragnar, ég ætla að segja, nú höfum við hlé. Ég ætla að semja við hérna rétt á eftir að koma aftur og ræða Kína í heiminum og fleira sem við getum verið að ræða, gaman að fá þig. En ég ætla að benda hlustundum og áhorfendum á það að hérna framundan er eitthvað allt annað mál sem við ætlum að ræða hérna við Rauða borðið. Við erum alltaf að reyna að skilja hennan heim sem við lifum í. Það er bara til þess að halda sönsum. Við sjáum til hvað kemur hérna á eftir. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.